Herri, þá vorum við komin í F-hluta og sem að byrja á því að rifja þessu upp. Það byrjar að tala um skilgreiningamengi og myndmengi. Þannig að skilgreiningamengi eru allar tölunar sem eru á x-ás. Til dæmis ef við rifjum þessu upp, tökum dæmi. Býðum aðeins með þetta línureit, tökum dæmi. Segjum að við erum með þetta einafall. Ok, skilgreiningarmengi, það eru öll gildi á x sem á setja í fallið. Ok, þannig að við getum hort á þetta og sagt hvaða gildi á x megum við setja inn. Og það er ein regla varðandi ferningsrætur og hún er svo að það má ekki taka ferningsrót af neikvæðum tölum. Þannig að okkar skilgreiningarmengi eru allar jákvæðar tölur. Og 0, já. Myndmengi, það er síðan hvaða fallgildi getum við fengið út úr þessu miðað við öll leyfileg gildi á x. Það er að segja hvaða tala getum við fengið hérna út. Og við vitum það að útkoman úr þessu hérna, hún verður alltaf jákvæð. Það er ekki hægt að taka ferningsrót af einhverju tölu og fá út mínus. Það er ekki hægt. Þannig að myndmengið, það er bara öll fallgildisleif. Það er að segja að ef við fórum á myndina hérna fyrir ofan, að þá skilgreiningarmengi öll þau gildi á x sem eru leyfileg. Myndmengi er síðan bara hvað eru að fá út á y-ásnum. Og sjáum hérna að fyrir þetta fall sem ég er búinn að teikna hérna upp, að þá skilgreiningarmengi það nær bara virðist vera yfir allt saman, frá mínus óendanlegu upp í óendanleg. En myndmengið er afmarkað á ákveðnu bili. Svo að myndmengi er alltaf bara hérna að fara eitthvað upp og niður. Og fara milli einhverja hámarksgildis og einhver lágmarksgildis, 1 og mínus 1. Og það sem þið byrja að gera er að þið byrja að setja upp þessi föll hérna upp í GeoGebru og þið eru bara hérna sjónrænt og sjá út frá föllunum hvert er myndmengi þeirra. Þannig að til dæmis þegar við gerum þetta fall cos af x að þá mun það vera fall sem fer svona upp og niður og sem kemur hérna og þetta mun ná frá 1 niður í mínus 1. Þetta mun alltaf vera að sveiflast þar á milli. Ok? Þannig að myndmengið VF það er það frá mínus 1 upp í 1. Frá og með. Myndmengi VF er myndmengi fyrir fall F og þetta nær frá mínus 1 upp í 1 og þetta er frá og með mínus 1 og 1. Þetta er sveiflast upp og niður. Síðan bara setið næsta falli G og þá sjáum við myndrænt á hvaða bili þetta er að sveiflast. Allt þetta cos, þetta er að sveiflast eitthvað upp og niður en sveiflast mismikið eftir í hvort séu 2 cos x eða 10 cos x eða cos 3x og svo framvegis. Þannig að þið notið GeoGebru hérna, síðan eru þið búin að átta ykkur á því hvað er það sem tilgreinir þetta myndmengi, hvernig þetta er að sveiflast. Það er eiginlega það sem þið eru að gera. Þið átta ykkur á því hvernig cos af x er að sveiflast upp og niður við þessi mismunandi tilfelli. Þegar þið eru búin að skilja það að þá svarið þið þessi hérna dæmi án þess að nota GeoGebru. Þá þið getið að horta á þetta og séð út hver útkoman er, hvert er myndmengið. Ok? Nú ætlum við að skoða hérna núllstöðar fyrir svona föll. Við kallum þetta hornaföll, cosinus af x og sinus af x. Þetta eru hornaföll og þetta sveiflast upp og niður. Þetta eru bylgjur.
og við erum að finna hérna núllstöðar. Og ef við horfum á þetta fall hérna á hann, þá viljum að finna núllstöð afleiðunar. Og þurfum að rifja eftir upp afleiðunar. Afleiða, það er f-diffrað af x. Og við viljum núllstöð það þýðir að við erum að finna þegar afleiðan er 0. Það er að segja hallin, þetta er halltala. Þetta f-diffrað af x, halli og afleiða, þetta er eiginlega alltaf sama. Þetta er bara mörg mismunandi heiti fyrir sama hlutin. Afleiða, þá erum við búin að diffra, þannig við köllum það f-diffrað. Og afleiðan eða f-diffrað, það er hallin á línunni. Og við erum að segja að hallin er 0. Já, það er þessi hérna punktur, það er þessi hérna punktur, það er þessi hérna punktur, það er þessi hérna punktur. Fullt af punktum. Alls staðar hérna í þessi punktum sem ég var að merkja, þá er núllstöð afleiðunar. Þannig að ef við tökum hérna bara dæmi, tökum fyrir cos af x, nei, sinus af x, saman sem 0. Nei, saman sem sinus af x. F af x er saman sem sinus af x. Við getum diffrað þetta og þá fáum við cos af x. Þannig að cosinus af x, það er hallin á upprunalega fallinu sinus af x. Og ef ég vil finna þegar afleiðin er 0, þá ætlum ég að taka þennan fall og segja að 0 er sama sem cosinus af x. Cos af x. Og þetta er svolítið nýtt, þetta hefur við ekki séð áður. 0 er sama sem cosinus af x. Og þess að það er að gera hérna til þess að losna við þetta cosina, þá þurfum við að taka hérna nota hérna andhverf hornafallið cos mínus fyrsta. Þannig að það þýðir að x verður cos í mínus fyrsta af x. Nei, af 0. Aðeins að klúra hérna. Þetta er 0 hérna. Þetta er x. Ok, og þetta mun gefa okkur gildið pi deilt með 2 eða 1,57. En þetta er svolítið skrítið því ég var að segja áðan að það er fullt af lausnum, það er fullt af punktum, allir þessi punktum að þá er afleiða 0. En þegar ég fyrir að reikna þetta, þá fæ ég bara eitt svar. Og þetta svar sem að fær, það er fyrsti punkturinn sem að reiknar. Það verður þá þessi hérna punktur. Þessi lína hérna, þessi ferill, hann er ekki alveg eins og þetta fall hérna sinus af x. En samt sem áður að þá er lausnin sem að færa út af þessu þegar maður notar cos í mínus fyrsta, að það er þá þessi hérna fyrsti punkturinn. En það eru náttúrulega margar lausnir, en það sem að færa út af þessu þegar maður setur reiknivélina, það er fyrsti punkturinn. Ok. Við getum tekið fyrir hérna svo við ná að leysa þetta allt saman. Það er eitt hérna sem er kannski pínu í. Það er f af x sem er sama sem 6 sinnum sinus af 2x. Ok, og við eigum að finna núllstöð afleiðunar. Núllstöð afleiðunar. Það er f-diffrað x er sama sem 0. Ok, þá ætlum ég að taka þetta eina fall, diffraða. Og 6 verður bara hérna, hérna er sinnum. Ef það verður plús hérna, þá myndi þessi 6 bara hverfa. Þetta er 6 sinnum, eitthvað x dot. Fylgir það hérna með. Þetta verður cos 2x og þetta er samsett fall, það er 2x inn í svigunum, ekki bara x. Og það er margfalda hérna með 2. Þetta verður 12 sinnum cos 2x. Og ég vil finna hvernig afleiðin 0. Ok. Þannig að þessi 12 hérna breytir engu. Ég vil bara vita hvenær
ég get alveg deilt hérna með 12. Hvað gerist þá? 12 hverfur hérna. 0 deilt með 12 bara ennþá 0. Og þá lítur þetta svona út. Og þá ætla ég að taka hérna cos í mínus fyrsta, eða segja 2x er sama sem cos í mínus fyrsta af 0. Það sem að gerast í þessu hérna skrefi er að farið mun betur í það í VFR áfanganum er að maður að taka cos í mínus fyrsta hérna megin, þá verður cos í mínus fyrsta af 0 og þegar ég tek cos í mínus fyrsta af cos að þá hverfur það. Þetta er eins og annaveldi og ferningsrótt eru andstæður, það hverfur og þetta er svipað, þetta cos hérna hverfur þegar ég tek cos í mínus fyrsta af því, þá hverfur það. Ok, hérna fæ ég 2x er sama sem pi deilt með 2, x verður sama sem pi deilt með 4. Því að til þess að losna við tvistina þá deili ég með 2 báða megin og hérna er deilt með 2 nú þegar og þá verður það deilt með 4. Herðu, dæmi 4. Dæmi 4. Kíkjum á það. Það lítur svona út. Það er alltaf gott og skemmtilegt, ekki gleyma því. Það er líka skemmtilegt að setja upp í GeoGebr bara en að maður sjáu myndrætt hvað maður er að vinna með. Ok, það er spurt. Sýn ykkur. Spurt hérna, hvert er x-hnit beygjuskilanna? Bilinu milli 0 til pi á x-ásnum. Ok. Móli, beygjuskil. Hvað er kennarinn að biðja þá? Beygjuskil. Það er þegar f tvídiffrað af x er 0. Ok. Þá ætla ég bara að taka þennan fall. Og ég ætla að byrja að diffraða. Diffraða einu sinni. Ef ég diffra cos þá fæ ég mínus sinus af x. Ef ég diffra 2, bara 2 sem eru stakir, þá hverfur það bara. Ég ætla að finna tvídiffrað. Og það verður þá mínus cos af x. Ok. Og ég vil vita, hérna, hvenær er f tvídiffrað 0? Þá segir ég bara 0 er sama sem mínus cos af x og þetta er að sama og segja 0 er sama sem cos af x. Það er kannski ekki augljóst en ef þá ætla ég að, til þess að útskýra þá ætla ég að bakka hérna og ég ætla að gera eitt, ég ætla að margfalda þetta hérna með mínus 1, ég ætla að margfalda hérna með mínus 1. Hvað gerist vinstra megin? Mínus 1 sem 0, það er bara 0. Hvað gerist hægra megin? Hérna er mínus cos, hérna er mínus 1. Mínus verður pluss. Þetta verður bara cos af x. Ok, þá er þetta orðið eins og dæmi sem ég vannur. X er sama sem cos í mínus fyrsta af 0. Þetta er pi deilt með 2. Ok, þannig hérna er komið x-skildi. Þannig ég veit að þegar x er pi deilt með 2, þá erum við með beygjuskil. Ok, þannig að þá ætla ég að finna fallgildið. Það er að segja y-hnitið. Ég ætla að finna y-hnitið þegar x er pi deilt með 2. Þannig að þetta einu sem ég er að skrifa hérna er hvað er y þegar x er þetta hérna, pi deilt með 2. Og ég er að finna y-hnitið á ferlinum. Þá set ég það, nota ég upprunalega fallið. Þetta verður þá cos af pi deilt með 2 pluss 2. Þetta verður sama sem 0 pluss 2. Þið verður að passa ykkur því að þegar þið, já, í þessum útreikningum þá eru að nota radíana. Þannig að það verður að vera stilt á rad í reikningin ykkar. Það verður að vera stilt á annarkvort r eða rad. Rad eða bara
í reikningin ykkar, ekki D. Þá eru að fara að nota gráður, við ætlum ekki að nota gráður hérna. En hérna sjáum við svarið er 2. Þá erum við hnitin, x-gildið p-deildin 2, y-gildið er 2. Síðan er spurt hver er hallinn á ferlinu þar. Þess vegna halla, þá förum við í þessu hérna. Þetta er eftirfrað. Eftirfrað, það er bara hallinn. Þannig ég get sett þetta hérna x-gildi, þetta x-gildi, hérna inn fyrir eftirfrað. Þá segir þetta hérna mér, þessi tala sem kemur út, það er hallinn á b-skilunum.